Hvað er stöðuramagn? Ef ég tek svona blöðru og nuddinni svolítið vel við hárið á mér, setja hann á vegg, þá tollir hún. Ef ég setja hann á vegg á þess að nudda, þá dettur hún niður. Hvað er að gerast? Ef ég tek hausinn á mér og blöðruna og nudda þessu saman, þá eru plúsar og mínusar hér. Sama í blöðrunni. Plús, mínus. Þessir plúsar og mínusar eru plúsar í kjarna frumeindar, rafeindir fyrir utan. Og því að rafeindirnar eru lausar utan á, þær geta farið. Plúsarnir fari ekki neitt, geta það ekki. En því að rafeindirnar eru utan á, þegar ég nudda, þá fara mínusar hérna yfir. Og þá verður blaðran þannig að hún er með náttúrulega slatta plúsum, en hún er með fleiri mínusa heldur en plúsana. Við segjum að blaðran sé neikvætt hlaðin því að út af nuddinu þá færðust rafeindir sem svífa utanum yfir. Þegar ég legg svo blöðruna upp á veggnum, þá fara rafeindirnar yfir í vegginn því að honum vantar yfirleitt rafeindir. Og á meðan það er að gerast, þá myndast ákveðin kraftur sem heldur blöðrunni fastri. Svo þegar þetta jafnist út, þá tekur þyngdaraflið við og blaðran dettur. Þegar ég fæ straum, þegar ég kem við mál með eitthvað þess áttar, þá er það stöðuramagn, það er út af rafeindum sem hafa færst yfir í fötin mín út af núningi, úr bílsæti, af gólfinu eða bara frá mér sjálfum. Þannig að þetta eru rafeindir, mínusar, sem hafa safnast upp, sem að færa sig yfir, þá fæ ég strauminn og það köllum við afhleðslu. Þannig að stöðurafmagn er uppsafnaða rafeindir út af núningi, af því að maður nuddar og þá færast þær yfir og safnast upp í hlutnum eins og í blöðrunni.